Núna tók ég hús á henni Auði Örnu Höskuldsdóttur, stjórnanda gospelkórs Vestfjarða. Það stendur mikið til, kórinn á 10 ára afmæli og framundan eru 2 stórtónleikar núna í enda þessa mánaðar. Auður Arna segir okkur örlítið frá tilurð kórsins, hvenær var stofnaður og hvað er framundan. Sæður minn. Blessaður. Okkur langar mikið til að vita hvað er framundan, ekki tónleikar? Það eru tónleikar, jú, 10 ára tónleikar gospelkórs Vestfjarða. Já. Og hvar verða þeir haldnir? Þeir verða haldnir í félagsheimilinu í Bolungarvík 22. mars klukkan 8. Já. Og svo í Ísafjarðarkirkju 23. mars klukkan 5. Klukkan 5? Já. Stendur mikið til? Já, æfingar á fullu. Æfingar á fullu? Já. Eru þið búin að æfa lengi? Við erum búin að vera að æfa fyrir tónleikana allavega frá því, við byrjuðum í haust, já. Tókum svo jólaprógram inn á milli og byrjuðum svo aftur strax eftir áramót. Hvað eru margir í kórnum í dag? Það er eitthvað 20 manns. 20 manns? Já. Karlmenn og konur? Karlmenn og konur. Já. Sem betur fyrir karlmenn líka. Já, akkurat. Já, þannig að við getum hlakkað til góðra tónleika. Ég hef bara vonað það. Já. Með öllum þessum æfingum og góðu fólki, þá verður þetta bara góði tónleika. Segðu mér aðeins frá kórnum, hvenær var hann stofnaður? Hann var stofnaður í janúar 2003 eftir að Óskar Einarsson kom hérna með námskeið, reyndar í Bolungarvík, og það var að tilhlutan Agnesar Sigurðardóttur, fyrrverandi sóknarprests, og systrana Pálínu og Sofíu Vaxdætra. Þær fengu hann til þess að koma, til þess að halda námskeið, og upp úr því varð gospelkór Vestfjarða til. Og hver var fyrsti stjórnandi kórsins? Það var Pálína Vaxdóttir. Já. Og svo var hún Vigdís Garðarsdóttir smá tíma. Já. Og ég tók við haustið 2006. Ég bara vona sem flestir komi á tónleikana og njóti þess með okkur og það er bara gaman með okkur á þessum tímamótum. Ok, þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir. What you want.